Það er komið að septemberleiðsögn fyrir Bowman. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Svo takið til sín sem eigi. Við skulum demba okkur beint í lesturinn og byrjum á því að athuga hvaða Bowman ég er að tala við. Það er komandi þetta næsta misseri. Fáum leiðsögn fyrir Bowman. Og hvaða áhrif þetta hefur á nánustu framtíð. Já, kæri Bowmaður, það fyrsta sem ég er að sjá hérna er að mér finnst eins og hafi verið einhverjir erfiðleikar í sambandi. Það getur verið hvernig samband sem það getur verið maki og lífsförunautur. Það getur líka verið vinur, foreldri, systkini, barn, frændi, frænka, það getur verið samstarfsfélagi, yfirmaður, það getur verið hvernig sem En það sem ég er að sjá er að það eru einhverjir örðugleikar þannig á milli, það eru mjög heitir straumar, það eru árekstrar og hreinlega á köflum eldsglæringar. Þetta er búið að vera í einhvern tíma og mér finnst frekar að þetta sé nokkuð náið samband, frekar að þetta sé bara einhver kollegi þinn eða eitthvað skilurðu. Þarf ekki endilega að vera ástarsamband en hins vegar einhver sem þá annarkvæmt stendur nærri eða er hluti af daglegu lífi. Þannig að það gæti þess vegna verið í vinnunni. En það er einmitt. Mér finnst vera búin að vera erfiðleikar og jafnvel að það hafi komið einhverjar bombur á milli ykkar. En ég er að sjá allavega árekstra í samskiptum. Og mér finnst þess þessir árekstrar eru komnir á einhvern þannig flækjustig að það eru orðið svo margir hnútar að það er orðið svolítið flókið að leysa þetta. Það er orðið flókið að ætla að reyna að finna einhverjar leiðir bara út úr þessu, leiðir til, það sem vantar svolítið hérna er að þau gætu stigið aðeins sundur til að víkka sjónarhornið en það er eins og að það séu svo margir hnútar að þið geti það ekki, þau eru bæði svo innvinkluð inn í þetta og svona vafin hvort annað þetta er það, og það er einhvern veginn, það er rosa skortur á sjónarhornum. Og ég er ekki að segja að þitt sé réttara eða rangara sjónarhorn heldur en hins aðilans, en mér finnst þess að báðir aðilar mættu við því að víkka sjónarhornið svolítið. Nú það sem er framöndan er að það hefur bendað þér á að þú ert með stuðning, þú ert með aðstoð. Þú getur líka nálgast þetta öðruvísi. En það er alveg, það er alveg svona pínu slagur framundan. Og mér finnst eins og þú ert svona pínu að stríðsbúast. Mér finnst leiðinlegt að þurfa að segja það, af því mér finnst eins og það ætti að vera hægt að leysa úr þessum ágreiningi án þess að fara í eitthvað hart. En það sem ég er að horfa á er að þú ferð í hart og þið bæði. Mér finnst báðir aðalar vera að brynja sig upp og gera sig klárt fyrir bara slag. Hvort sem að það er með orðum eða lögfræðingum eða ég vona innilega ekki með hnefum eða vopnum í alvörunni en mér finnst bara þetta er það mikið flækjustig að það er þegar byrjað fyrir flest ykkar þetta að þið farið í hart. Þannig að mér finnst þetta svo sama þó ég segi þetta við þau núna þá er eiginlega enginn sem er að þiggja sér skilaboð sem að getur snúið tilbaka og hætt við.
Þetta er bara það sem er að gerast. Og ráðleggingin þín hér er samt líttu inn á við. Bara raunverulega kúplaði aðeins frá þessu, líttu inn á við. Skoðaði þinn hlut í þessu. Þarftu að skoða sjálft þig svolítið djúpt. Svo ég tala nú ekki að sko þetta spil, hófsemin, þetta er spilið þitt. Þetta er spil bómannsins sem er svolítið skondið þegar bómaðurinn er ekki beint þekktur fyrir hófsemi eða mildi, heldur einmitt fyrir það að rjúka stundum svolítið af stað. En það er einmitt þetta að þetta er það sem að þetta er spilið sem endurspegla það sem að bómaðurinn þarf mest á að halda. Og það er þetta temperance, hófsemi, að staldra við í augnablikinu, meta aðstæður áður en maður ríður á vaðið. Þetta er svolítið svona tékkaðu aðeins, gáðu hvernig landið liggur áður en þú ferð bara af stað. Það er svona verið að reyna að minna þig á það því að þetta er alveg að fara að verða erfitt. Og þetta verður erfitt í einhvern tíma og þetta mun halda mér svolítið aftur af þér. Þetta er ekki að fara að vera búið bara quiz bang. Þannig að þetta er að verða eitthvað svona tímabil sem að þar á auki mun sko íþyngja þér tíma. Þannig að þú þarft virkilega, ef þú ætlar að fara í þennan slag þá þarftu virkilega að íhuga þetta. Líta í eigin barm og að virkilega tékka hvort að þú sért tilbúið að leggja í þennan slag. Og líka bara hvort að, sko, hvað maður segja, þú hafir rétt á því, hvort þú hafir raunverulega rétt fyrir þér. Þú mátt alveg skoða sjálf þig út frá þeim vinklum að mögulega hefur ekki rétt fyrir þér. En þetta er allavega að fara, þetta mun hægja á þér og þetta mun íþyngja þér í einhvern tíma, bara svo við vitir af því. En við skulum þá fá aðeins meiri innsýn hér. Já, einmitt. Ég sé að þú hefur verið að upplifa alls konar árásir út af þessu og að það sé svolítið svona tekið af þér, að það er búið að taka eitthvað sem að, hvað maður segja, þú hefðir í rauninni rétt á eða telur þig hafa rétt á. Það er svona, sko, eins og þetta var á einhverju tímapunkti, samskiptin við þennan einstakling eins og þau voru ofboðslega skemmtileg og ljúf og frábær og yndisleg og rosa gaman, að þá einhvern veginn fór gaman eða ekki bara kárna heldur fórum út þúfur, þannig að hjá einhverjum var kannski líka bara of gaman og mjög óskýrt hvað var í boði og hvað ekki og mér finnst ég verið að sjá svolítið bara óhóf sérstaklega að sko það færst öfgar inn í samskiptin og inn í þetta samband sem var þannig að það færst einhvers konar öfgar sem að voru ekki heilbrigðir. Og þannig eru þau svona óbúslega flækt inn í þetta og komist einhvern veginn ekki út úr árekstrónum og leiðsögnin að líta inn á við. Kallar líka svolítið eftir bara hvíld, að þú leyfir þér að staldra við og reyna að endurnæra þig. Já. En þið eruð, eins og ég segi mig, þið eru einhvern veginn bæði, þú veist, báðir aðilar sem eiga hlut í þessu máli, einhvern veginn, þið eru þegar búin að stríðsbúa ykkur og eru bara svolítið á leiðinni í slag. Og það mun vara talsverðan tíma. Og svo ég tala ekki að sko, ef þetta er eitthvað sem að réttarkerfi blandast inn í að það náttúrulega tekur það alltaf heila eilífð. Já, þannig að þetta er langur slagur, þetta er langur bardagi, þetta er ekki bara quiz bang, sko.
Þannig að þetta er að fara að taka svolítið tíma og ábendingin til þín er fyrst og fremst þú að líta raunverulega í eigin barm og muna að næra þig. Þetta er náttúrulega sko á við fyrir marga ólíka einstaklinga í alls konar aðstæðum og gjörólíkum aðstæðum og ég get engan veginn sett mig inn í þau spor og hvað þá þegar ég er að taka svona opið fyrir fjölda. Númer 1, 2 og 3 get ég bara sagt líttu inn á við, skoðaðu sjálft þig frá mörgum sjónarhornum og mundu að næra þig. Ég ætla að fá hér eitt spil Sól stjörni til að taka stuttnýtt með skilaboð í lokin. Það kemur hér Nothing is perfect, release perfection and strive for excellence. Ekkert er fullkomið, en við getum gert það besta. Og bara svo lengi sem við gerum okkar besta, þá getum við gengið sátt frá borðum. Mundu eftir þér og mundu að þó þú fáir ekki endilega allt sem þú vilt, að vertu ánægt með það sem þú færð. Og aftur, ekkert er fullkomið, en við gerum okkar besta, líttu eigin barm, hugsaðu vel þig og nærðu þig. Anda, líkama og sál. Þá ætla ég að segja að þessari lesum lokið. Ég vona skilaboðin rati sönn og rétt til þeirra sem þurfa á þeim að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.